Velkomin í hlaðvarpið Hvort myndir frekar. Í þessum þætti reynum við að komast að því hvort þú myndir frekar vera sann eða sönn sjálfur þér eða fela þig á bakvið það sem samfélagi samþykir. Og hvað liggur raunverulega baki slíku vali? Já, við heyrum sannar sögur, rök, staðreyndir og skoðanir. Og í þessum þætti fékk ég til mín hana Örnu Magneu Dags sem transkona og hún ætlar að ræða þetta við mig og við ætlum að ræða þetta saman. Hvernig að vera trans og svona samfélagsumræðuna. En við skulum bara snú okkur að þættunum. Sæl og velkomin. Takk. Ég sé þú varst í kynjafræði við Háskóla Íslands. Já. Ég löngu búin með rauninni allt í kynjafræðinni en á alltaf eftir að skila þessari blessuðu meistararitgerð. Já, ok. Þannig að það þvælist fyrir mér alls svona vinna og lífið og börn og svona ýmislegt annað, þannig að ég alltaf á leiðinni að fara að skila þessari blessuðu ritgerð. En ég næstum því kynjafræðingur. En hvernig það heldur það hvaðan komið sér áhugiðin á kynjafræði? Ég ólst upp á heimili þar sem ég átti að vera ákveðin típa og þessi típa sem var svona þröngvað upp á mig var aldrei ég og kynjafræðin kennur okkur svolítið að skilja, þú veist, hvaðan koma þessar kerfishugmyndir, hvaðan koma þessar hugmyndir kvenleika, karlmennsku og líka, þú veist, hvernig þú átt að vera og hvernig þú átt ekki vera. Og þetta kynjakerfi sem við búum við í dag, sem að stundum kalla feðraveldið, hefur ekkert að gera með feður, þetta bara, þú veist, og rauninni réttar að segja bara kynjakerfi, að það skadalegt öllum og rauninni ekki nema, svona 4 til 6.000 ára gamalt kerfi, sem að varð rauninni til þess að þjóna stríði. Þannig var það til að því að vantaði, þú veist, hermenn og það vantaði búa til fleiri hermenn. Þannig að þá voru konunar festar í því hlutverki að eiga sem flest börn og karlmenninni festir í það hlutverk að því þeir gátu ekki átt börn, það að segja gengi með þau, festir í það hlutverki að vera hermenn. Í elstu borgaríkjunum þá voru, þú veist, konur alveg jafnt hermenn eins og kallar. Þjóðfélagið eða samfélagið sáum barnauppeldi. Það var ekki svona, það voru engar kóngar, það voru engar drottningar, það voru, þú veist, það voru yfirleitt eitthvað svona ráð og það voru það yfirleitt eldra fólk sem var í þessu, þú veist, öldungaráði. Það hafði bara eitt að leiðarljósi og það var, þú veist, hagur samfélagsins, alls og allra, ekki bara sumra á kostnað hindra. Og þetta kerfi sem var síðan til, þetta kynjakerfi, varð kerfi sem að raunni svona kerfi sem mismunar. Það á það sem hagur mjög fárra ræður ríkjum á kostnað allra hinna og það tapa öll svona, þú veist, segjum 90 og kannski 5 til 99% af fólki tapar á þessu kerfi. Það bara, þú veist, ríkasta, valdamesta fólkið sem að rauninni, þú veist, nýtur góðs að þessu kerfi og heldur áfram að nýta góðs að þessu kerfi og þeirra snilligáfa felst í því að samfara rosalega stóran hluta af hinum 95 til 99% að þetta kerfi sé besta kerfið. En við erum rauninni að fara með heiminn, þú veist, þá meina ég en mennska heim svolítið á glapstígu með því að vera að halda okkar trússi við þetta kerfi. Því að strákun okkar tapa, stelpun okkar tapa, kynsegin okkar tapa, það tapa allir á þessu kerfi. Það að þvinga strákum í að vera eitthvað, þú veist, einhver ein típa í staðan fyrir að leyfa þeim að vera bara alls konar, að það skaðlegt. Þeir eru að reyna að berjast við að fylla inn í einhverja staðalímynd hvað og hvernig þeir að vera og stelpunar eru líka að þessu og þessar staðalímyndir sem eru búna til, að þetta svona staðalímynd sem að, þú veist, það útópísk að af náttúrunnar hendi ekki nema kannski, eins og ég segi, 10% og innan við 10% mannkins sem að nærði að vera þetta náttúrulega. Hinn að þvinga sig allan daginn
og þegar þú þvingar þig í að reyna að vera eitthvað sem þú ert ekki, þá það gífuleg vanlíðan. Þá ertu bara gangandi með heilt fjall á bakinu, og þetta skilur enginn jafnvel eins og transfólk. Því að við gengum með fjallvæntinga annara á bakinu allæfi og reyndum að vera, sérstaklega svona eldra transfólk sem fekk ekki vera það sjálft frá ungaldri. Við reyndum svo mikið að lifa eftir væntingum annara. Alveg þangað til að það var gjörsamlega bara að fara með okkur í gröfina. En þegar við komum út, þegar við erum frjáls og þegar við losnum við þetta fjallabakinu, að þá óttast náttúrulega kerfið, þetta frelsi. Og þegar fólk sér að við lifum miklu betra lífi, við erum miklu glaðari, við brosum út í kuldan, og lífið allt einhvern veginn bjartara, jafnvel þegar það myrkur og kuldi og alls konar, að þá vill þetta ráðandi kynjakerfi þurrka okkur út. Af því að ef að við getum verið svona frjáls, þá auðvitað geta það allir. Nákvæmlega. Og það fordæmið sem transfólk gefur öllum. Við getum sagt, þið getið öll verið einherningar, ekki bara við. og kynjakerfið sem búin að segja öllum að það þurfa allir að vera bara, fastir í gráma hversdagsleikans, að það vill ekkit frekar heldur en að þagga niður í okkur. Og við sjáum það í þessari öfga svona sveiflu sem í gangi í heiminum, að það sem verið að ráðast á fólk sem eins og transfólk, fólk sem að sýna það bara í verki, að þú þarft ekki vera eins og þeir sagt að vera. Þú getur verið það sem þú ert, innst inni í þínum kjarna. Þú getur lifað þinn sannleika. Og við erum ekki skaðanir. Ég meina, allar rannsóknir, tölfræði og annað síðu það. Auðvitað til, þú getur fundið transmanniski sem hefur drepið eitthvað. Þú getur fundið transmanniski sem hefur lent í fangilsi. En ef þú horfir á tölfræðina, það bara miklu, miklu fleiri, og þá út frá tölfræðinni, út frá hvað við erum fá og allt saman. Það bara miklu, miklu, miklu færri hlutfallslega af ofbeldisfólki og meðal transfólks heldur meðan fólki sem ekki trans, sem við köllum sískynja fólk. Og að vera kölluð sískynja ekki, móðgun. Þetta bara kemur frá þessum forskeytum sem upprunalega á grísku og latínu, að eins og einu sinni tala transatlantic, að trans þýðir bara yfir og sís þýðir sömu megin. Þannig ef þú fæðist og ert stelpa og upplifir þið stelpu allæfi, þá ertu stelpa eða kona, að því þú upplifir þig sömu megin og það kyn sem þið var útlutað við fæðingu. En þú ert trans ef þú ert útlutað karlkyni við fæðingu og þeir sagt á þessi strákur, en þeir líður aldrei eins og þessi strákur, og þeir líður eins og að það þessi þröngaði þetta hlutverk sé fangelsi. Og ég meina, mér leiði svoleiðis allæfi. Ég meina, ég kem fyrst út bara tæplega 4 ára, hleypi til mömmu og segi, mamma, ég ekki í speglinum. Ég sá mig ekki. Ég meina, ég vissi ekkert trans. Ég vissi ekki að trans væri til fyrir en ég var orðin rúmlega 30, sem ég fattaði, að trans væri eitthvað sem ég geti hugsanlega verið. En allavega var ég berjast við þetta. Allavega hataðist ég út í þetta hlutverk sem að mér var þröngvað til þess að vera. En til þess að lifa af, bara út af því ofbeldi sem ég ólst upp við og annað, þá fór ég að fela mig á bakvið þetta hlutverk. Ég þóttist vera þetta hlutverk. En það gífurlega bara óhamingja sem fylgir því. Þannig í 10 ára gekk ég með bara heilt Mount Everest á bakinu, að reyna að einhvern veginn passa inn í þetta kynjahlutverk sem mér hafði verið útlutað, og segjandi við sjálfa mig, já, þú bara fæðist rétt í næsta lífi, eða og alls konar svona. Þú bara geðklofi, þú bara kona innan og kalla utan, og þú bara sætta við þetta, alls konar svona sem að maður reynir að einhvern veginn að sefa sjálfan sig. Spilandi, einhverja tölvuleiki, þá alltaf sem kvenkinspersonur, og reyna að finna einhverja útrás,
og og endanum náttúrulega springum maður og hvernig ég að skaða? Hvernig hefði ég skadað með því að koma út þegar ég var 4 ára? Engan. Hvernig ég að skaða með því að lifa mínu besta lífi sem ég sjálf? Ég ekki að skaða neitt með þessu. Fyrir utan að ég að skaða með því að vera til því að skaða ríkjandi kynjakerfi. Af því að þetta ríkjandi kynjakerfi, það vill halda okkur öllum föstum í ákveðnum svona fyrirfram ákveðnum, hvað segja, hlutverkum og skilgreiningum og þessina núna, þú veist, þetta ráðandi kynjakerfi og þeir sem svona virkilega græða á þessu núverandi kynjakerfi, þeir eru svona íta undir það sem þeir kalla gömul góð fjölskyldgildi sem sko, konan á bara að vera heima og jável í Bandaríkjunum þau farin að tala sko fjölskyldur ættu bara að hafa atkvæði, ekki fólk og þá ætti bara höfuð fjölskyldunar karlmaðurinn að sjá atkvæðið. Þannig að þeir eru farin að tala svona í Bandaríkjunum að afnema atkvæði kvenna. Þannig að þetta mjög hættuleg þróun. En þetta það sem kynjakerfið rauninu vill til þess að stjórna og viðhalda völdum og til þess að halda áfram að geta sent unga drengi í stríð og sent ungar konur í hjónabönd alveg niður í 12 ára. Þú veist, vegna þess að í yfir 20 fylkjum í Bandaríkjunum ennþá hægt að gifta stelpur alveg niður í 12 ára aldur. Þú veist, þetta sama fólkið og að halda þið fram að það þurfa að venda börnin gagnvart transfólki og gagnvart dragdrottningum, þú veist, þeim ekki lesa á bókasafni að þetta skadar börnin og ekki börnin og greiði börnin. Þetta sama fólk tilbúið samt að gifta börnin. Það að segja stelpunar. Þannig að og þetta ekki bara í Bandaríkjunum. Við erum að sjá þess að þróun í Afganistan, í Íran. Nýlega í Íran þá var samþykkt, þú veist, af að því að stjórnin það klerkarstjætt og það bara karlmenn sem stjórna. Þeir voru að samþykja það að það má gifta dætur þínar að því, þú veist, þú sem fjölskyldufaðirinn runni ræður hverjum dóttir þín giftist. Þú mátt stjórna því hvenær hún giftist, hvenær sem eftir 9 ára. Þannig, ef þú vilt gifta dóttur þína þegar hún 9 ára, þá getur þú gert það. Ég meina, hún hefur ekkert með þetta að segja. Og þetta þetta kynjakerfi. Þetta kynjakerfi græðir á stríði, það græðir á að fjölga fólki, þú veist, að konar sé bara, þú veist, berfættar, óleittar, án kosningaréttar, inn í eldhúsi, og að ungu mennir okkar fari í stríð. Þú veist, þetta kerfi náttúrulega ósjálfbært vegna þess að þetta kerfi skadar jörðina og jörðin mun hrista þetta kerfi af sér. Það bara spurning hvenær. Jörðin mun ekki tapa, jörðin mun halda áfram og lifa af. Það verður kannski fullt af dýrum sem lifa ekki þessa umbreytingu af, deyja út við meðal annars vegna þess að við erum bara hluti af þessu vistkerfi og við erum bara dýrategund eins og hverjunur. Við munum ekki lifa af. Þannig að við erum á góðri leið með að útrýma okkur sjálfum og fullt af öðrum dýrum en jörðin mun lifa áfram bara án okkar. Ef að við viljum lifa rauninni, þú veist, með móðurjörð sem móður okkar allra og við, þú veist, getum ekki toppað eitthvað annað, ekki nema þú veist, einhverjir örfáir, ég meina Elon Musk dreymir þú veist, að komast til Mars og byggja upp eitthvað þar. Ég meina, hverjir verða það sem að fara upp í, þú veist, þessar, það verður ekkit kennarinn, þú veist, á Seltjarnarnesi sem að fer í einhverja flaug til Mars að lifa í einhverju útópusku samfélagi. Þetta verður náttúrulega bara ríkasta fólkið og síðan einhverju þrælar. Þannig að þetta verður þá samfélag sem að byggt upp alveg svona í útópiskri fyrirmynd kynjakerfisins, feðraveldisins. Það sem að þetta 1% mun hafa mjög, hvað segja, mjög kúaða stétt af þrælum og þjónum til þess að þau geti verið bara í einhverjum útópisku vellistingum á Mars sem að náttúrulega bara fjarlægur draumur. Veist, og ef við getum eytt öllum þessum pening í að reyna að komast til Mars
hvernig væri að eyða þessu bara peningi að laga hlutina hérna heima, laga, þú veist, það sem að við erum búin að skaða hérna eins og með plánundin okkar. Þannig að það er spurningin. Og þess vegna fór ég í kynjafræði til að skilja sjálfa mig betur og líka til þess að skilja bara, þú veist, akkurju var mín tilvera svona mikil ógn hvort öðru. Akkurju er, þú veist, að því núna er transkonur, bara að því þær eru yfirleitt, þær eru mest ógnin. Þær eru að eyðileggja allar íþróttir heimsins, þær eru bara, þú veist, við erum bara hræðilegar. Við erum bara sko verri en norninnar á miðöldum og þá bara helst að brenna okkur á báli og útrýma okkur öllum. Að á heimsvísu erum við 0,5%. Hérna á Íslandi erum við 0,1-2%. Hver er ógnin? Spurning. Ég meina, transkonur hafa getið keypt í öllum íþróttum í yfir 20 ár. Það hefur ekki einasta transkona unni til alþjóðlegra verðlauna neinstaðar í neinu. Þú veist, kannski ein og ein unnið eitthvað í svona svæðisbundum keppnum, en þú veist, en aldrei þannig að þær hafi ógnað einhvers staðar þessu kynjakerfi. Plús það að íþróttir eru byggðar á hverju? Það eru byggðar á náttúrulegum yfirbörðum og þjálfun. En þú veist, þú getur verið með alla þína heimsins mestu þjálfun ef þú hefur ekki eitthvað svona náttúrulega yfirbörði, þannig er það ekki árangri. Ég meina, sterkasti menn heims, þeir eru yfirleitt allir svona vel yfir eða 1,90 og hærri. Þú sérði ekki kallmann sem er svona 1,65 frá Venezuela, þú veist, sem að keppa í sterkasti maður heims. Hann er ekki árangri. Eigum við þá banna öllum sem eru yfir 1,70 að keppa í sterkasti maður heims að það er ósanngjarnt fyrir fólk frá Venezuela? Nei, bara þú veist, þetta dæmi. Ég meina, Michael Phelps, hann er með, þú veist, hann er með þannig liðamóta, hann er nánast liðamótalaus, með einstaklega langa handleggi og hann framleiðir minni mjólkusýru heldur eins og hann bara almennt gengur og gerist, sem gera verkum að vöðvanir hans, mjólkusýra, er það sem að myndast þegar vöðvanir þreytast. Og við myndum öll, þú veist, þegar við erum út að hlaupa eða labba, þú veist, og verðum móð og másandi, það er vegna þess að vöðvanir er orðnir fullir af mjólkusýru og þá þurfum við að slaka á til þess að kerfi okkar er að vinna úr þessari mjólkusýru. Hann framleiðir minni mjólkusýru sem þýðir að hann þreytist seinna og síður. Ok? Hefur eitthvað talað um að hann sé bara eitthvað X-menni sem að eitthvað stökkbreytt fyrirbæri sem ætti að banna að taka þátt í sundi? Nei, hann er unni bara öll ólympíumót og heimsmeistaramót bara í eitthvað, 7-8 ár og enginn talar um að það sé eitthvað að því. Nei. Og það er enginn notabenni að með svona grundigt og ýktar reglugerðir þegar kemur að íþróttum karlmanna. Það er enginn að tala um að banna til dæmis transkarlmönnum að keppa í karlaíþróttum. Enginn. Það er hvergi svona rosaleg stjórnun utanum karlaíþróttir, en það er ekkert langt síðan að það var síðustu heimsmeistarakeppni kvenna í fótbolta. Þá var grunur eða annað liðið var sakað að vera með transkonu í liðinu. Og þetta var lið sem var frá Afríku og til þess að gæta jafnræðis þá var að farið á það ráð að læknar þurftu að skoða allar konurnar. Þannig að þær þurftu allar konurnar í fótboltaliðunum sem voru að keppa þurftu meira og minna að þú veist fá inn á sig með þær voru í búningsklefanum naktar, fá lækna og fleira fólk til að kíkja hvort það væru alvöru konur innan geðsalappa. En ég meina, hvernig ætlar þú að sjá það kona, þú veist, transkona sem er búin að fara í gegnum allt ferlið? Þú sér það ekkert á henni hvort að hún er líffræðilega fædd kona eða ekki. Ef að þú finnur ekki, þú veist, þeim fleiri viðtöl við hana þar sem hún er búin að áta eða, þú veist, viðurkenna
fyrir heiminum að hún sé trans þannig að þú getur ekkert vitað það ekki nema farið þá með hana til kvensjúkdómalæknis og ætlum við fara þá að skoða allar konur og öllum íþróttamótum þú veist og fara með þetta til kvensjúkdómalæknis þú veist þannig að hvað er þetta? Það er rauninni verið að nota þessa fóbíu, þessa hræðslu og þessa nornárásir á transkonum til þess að stjórna öllum konum þannig að allar konur hvort sem er cis eða trans tapa á þessum nornaveiðum því að nú er það þannig að transkona sem er búin að fara gegnum allt ferlið hún framleiðir nánast ekki testosterón bara ekki neitt þú veist, hjá mér er þetta bara 0,1 ok og við hvað hjá líffræðilegri sko hjá cis-konum já, cis-konum þá er þetta nefnilega mjög mismunandi það fer eftir tíðarhingnum og til dæmis þegar þú ert á túr að þá ertu lægri í estrogen og hærri í testosterón og þegar þú ert nýbúin á túr þá getur ennþá testosterón verið mjög hátt hjá þér þannig ef að þú ferð í mælingu þá getur testosterónið verið jafnvel yfir þessu viðmiðunarmörkum sem ég held að sé núna 1,5 PMOL þú veist sem sagt viðmiðunarmörkin en eins og ég segi hjá transkonum sem búin að fara ekki allt ferlið suma hverjar þurfa meira sig á og vilja fá smá testosterón bara þú veist til þess að viðhalda jafnvægi af því að við framleiðum öll bæði cis og trans og öll við framleiðum bæði testosterón og þarna estrogenin og progesteron þú veist sem er hormónið svona, sem að hjálpar upp á mjólkur framleiðslu og ýmislegt annað og það minnkar þú veist þegar konum fara á breytingaskeið og þess vegna er oft þú veist til þess að minnka þegar þau fara á breytingaskeið til þess að minnka áhrifin af breytingaskeiðinu þá fá þau oft progesteron bara til þess að trappa sig niður og allar transkonur eru með progesteron og þú veist estrogen og þú veist og það er það sem að mælist náttúrulega ekkert testosteron í okkur nema við séum þú veist að taka inn eða eru með testosteron gel eða eitthvað svoleiðis en hjá líffræðilega fæddu konum og sérstaklega á þetta við konur frá Afríku og þess vegna á þetta líka er sagt að þú veist transfóbía sé líka rasismi vegna þess að þetta viðmiðunarmörk 1,5 þetta er almennt sko konur frá Afríku eru miklu gjarnar að vera yfir þessum mörkum þannig allt einu ertu góð með kerfi sem á að útiloka transkonur en er farið að útiloka mjög margar aðra konur allar konur sem að falli ekki inn í þessa staðalímynd hvað kona á að vera staðalímynd sem er búin til af kynjakerfi sem að festi sig virkilega í sessi og hefur náttúrulega þróast og breytt gegnum aldinar en festi sig virkilega í sessi þar sem núverandi kynjakerfi sem við búum við í dag það festi sig í sessi á þessum Viktoríutíma á nýlendutímanum þegar Evrópuþjóðirnar voru að taka yfir þú veist meira minna allan heiminn að það er rauninni það kerfi sem að hvernig kona á að vera, hvernig kalla á að vera og svo framvegis það kerfi sem við búum við í dag það verður rauninni til þá og auðvitað miðast þá hinn fullkomni kallmaður innan gæsalappa og hinn fullkomna kona innan gæsalappa við einhverja staðalímynd sem er búin til af hvítum, gagnkynhneigðum, evrópskum, sískynja kallmönnum. Þannig að, og eitt af því sem að þeir systematískt gerðu, og þeir gerðu þetta, þú veist, þeir tóku til dæmis eftir því að það voru svona ákveðnir þættir sem að skildi á milli, þú veist, kvenna í sérstaklega í Vestur Afríku þar sem þeir tóku mest að þrælana Vestur og Suður Afríku að það var svona ákveðin þættir sem skildu á milli hvítra evrópskra kvenna og síðan kvenna frá Vestur og Suður Afríku og það voru til dæmis þær voru með þykri varir þær voru með stærras og þeir voru sem sagt að segja einn fullkomin kona á að vera með
lítinn og nettan rass, hún á að vera með þynnri varir, hún má ekki vera með óstóra varir. Síðan það reyndar að breytast núna vegna þess að við gegnum hip-hop menningu og ýmislegt annað, að þá allt einu erum við farin að ræna og þá erum við tala um svona að við erum farin að ræna ákveðnum hlutum frá þessari menningu. En við eigum náttúrulega, þú veist, öll sameiginlega rætur sem að síðan önnur saga, nú fer ég yfir einu og öðru. Já, allt í lagi. En sko hvíta genið sem að þú veist, þessi hvíti evróski Viktoríu prófessor vildi meina að veri fullkomið stökkbreyting sem var til fyrir ekki meira endur svona 6-7 þúsund árum síðan. Þú veist, bláu augun okkar eru kannski 10.000 ára gömul, en þú veist, mannkynið allt yfir 200.000 ára gamalt og það þá rætur alveg 2 milljónir aftur á bak. Þannig að svona sögulega séð bara hvítt fólk búin að vera til í bara örlítinn tíma og þetta var bara stökkbreyting til þess að við getum lifað af norðarlega þar sem okkur skorti D-vitamin og við þurftum að geta tekið inn meira D-vitamin gegnum sólina. En þetta stökkbreyting sem að núna að því að það nattlínun, það meira útfjölublóm geislum að mannfræðingar og ýmsir vísinda mókular vilja meina að verði ekki langvinn. Þú veist, sögulega séð að eftir önnur 6.000 ár þá verði ekki til neitt sem heitir hvítt fólk. Nei, en það erum við að framleiða svona það bil eitt barn á fjölskyldu í dag, hvítt fólkið. Já, fyrir utan það, eins og ég segi, en við eigum, við erum öll, þú veist, þetta bara eitt mannkyn. Homo sapiens sapiens þú veist, þetta bara eitt mannkyn. Og þessi kynþáttahyggja náttúrulega, þú veist, hún byggist bæði á bara fáfræðslu, að halda að þetta sé mismunandi tegundir, en þetta félagslega mótuð kynþáttahyggja. Þannig að og þegar við segjum félagslega mótað þá erum við ekki að segja að þetta sé ekki til kynþáttunir sem eru til að þeir eru félagslega mótaðir, þeir eru ekki til líffræðilega, þeir eru ekki til vísindalega og þegar við segjum að gender is a construct, það er að segja kynvitund, þessi kynvitund sem við erum búin að byggja upp gegnum feðraveldið, þetta er líka félagslega mótað. Það er ekkit algildur sannleikur að þú eigir að vera svona eða hins einn. Það er ekkit óeðlilegra að við séum tvíkynhneigð heldur en við séum einkynhneigð eða við séum samkynhneigð eða við séum gagnkynhneigð. Þú veist, við erum alls konar og við sjáum þetta líka í dýraríkinu, sjáum þetta hjá öðrum spendýrum. Höfrungar, þeir eru gott dæmi. Þeir og Bobo Simbasapar sem eru skildaðir okkur nota bene, þú veist, dvergaparnir að þeir eru allir Bobo Simbasapar eins og það var eitthvað sem allir vissu hvað væri. Já, Simbasapar þeir skiptast, einu sem var haldið þetta væri bara Simpansapar að Bonobo Simbasaparnir, þetta eru stundu kallað dverg Simbasapar en þeir eru, þú veist, alveg sértegund og þeir eru minni og nettari og þeir eru skildari okkur heldur en þessir hefðbundnu simpansapar sem að við höfum svona kynnst í gegnum alls konar sjónvarpsþætti og kvikmyndir og svona. En munurinn á þeim að þessu menjulegu simpansöpum og sem bonobo simpansöpunum að í bonobo þá samfélaginu stjórnað af elsta kvenkinsapanum. Þetta er svona matriarchy og þær þessi styðja fjölskylduböndin þá stunda þau kynlíf allir með öllum, bara þess og kruss burt séð frá kyni og þau gera þetta til þess að styðja fjölskylduböndin. Höfrungar gera þetta líka. Þess vegna vita til dæmis kalkynshöfrungar ekkit hvort að þeir eigi afkvæmið ekki. Þannig að kalkynshöfrungarnir sem hegða sig eins og kalkynshöfrungar sem allir höfrungar gera ekki, af því að samkynið er líka til þarna,
að þá hérna skal sér stundu höfrungar kynlíf öll með öllum og þannig að þau öll ala upp afkvæmin saman. Þannig að samfélagið elur upp samfélagið. Kynslóð elur upp næstu kynslóð. Og núna vilja mannfræðingar og vísindamenn meina að við höfum verið þarna í fleiri 100.000 ár. Hafum við mannkynið verið þarna. Allir með öllum, allir ala upp kynslóðir, ala upp næstu kynslóðir, samfélagið elur upp samfélagið og við höfum verið bara svona eins og bóna á baðbænir. Síðan þróist við og hérna þetta breyttist og þessi gagnkynhneigða hyggja sem að ríkir rosalega mikið núna og allir eigi að vera bara með einni mannesku og helst bara gagnkynhneigðu kyni og svona að þetta allt bara félagslega mótað að kynjakerfi sem hefur það markmið að búa til kerfi og viðhalda kerfi sem gerir hvað? Lætur fá mikið völd, mikla peninga, mikið landsvæði og mikla auðlindir. Þannig allt kerfi sem við búum til í dag bara til þess að viðhalda þessu. Og meðan við erum öll að, í stríði hægri vinstri hingað og þangað, spyrjum bara hverjir eru að græða? Ekki fólki sem er í stríðinu, það bara að deyja. Ekki fólki sem er að reyna að hjálpa fólkinu sem er í stríðinu, ekki saklausu borgarar sem búa á svæðinu, en hverjir eru þessi græða? Það er nefnilega alltaf ykkur þessi græða stríði og græða mjög mikið á stríði og það í þeirra hag að stríðið haldi áfram. Til dæmis eitt af því sem maður kannski myndi halda að vera saklaust, það fullt af fyrirtækjum sem núna að vinna í að þróa gervigreind. Eitt af því nýjasta í stríðsrekstri eru drónar og gervigreind. Og því meira sem að drónar og gervigreind farið að vera í alls konar stríðsárásturum, átökum og síðan jafnvel lögreglu átökum, að gervigreindin gerir ekkit mun á því hvort að þú sett 3 barna móðir úr Vesturbænum eða hvort að þú sett ykkur hryðjuverkamaður manneskja. Hún sér þig bara á einhverju svæði sem búið að merkja hættulegt og þá bara skýtur hún bara alla sem á þessu svæði án aðgreiningar samviskulaust. Þannig að þeir sem að græða öllu þessu, það þetta kynjakerfi, það þessir 1-5% af ofurríku fólki sem vill náttúrulega bara fá lifa eins og guðir og þeir sem að þá stjórna fyrirtækjum sem að framleiða vopn og svona tækni sem tengist vopnaðina sem gervigreind og alls konar aðrir hlutir. Þetta verður náttúrulega ekki hægt án samstarfsaðila og ég með 4. Við ætlum að byrja á Vilmu Home. Vilmuhome.is. Hún heitir Vilma, þannig ég orðið svo fólk að nafna. Þannig að Vilmuhome.is sem með alls konar vörurinn á heimasíðunni sinni fyrir bæði heimilið og daglegt líf og svona fyrir svona skvísur eins og mig sem finnst gaman að eiga skemmtilega hluti og ég elska að fá svo ný tæki, ég veit ekki hvort ég sé eini í því en mér er svo gaman, ég fekk þess eitt svona red light bursta til dæmis sem á að auka við hárvöxt og ég veist þetta frá konum í ættinu minni að þetta gerist bara þegar við verðum 25 ára þá bara hverfur hárið það bara þynnist og bara hverfur og ég var alltaf svona tengdi ótrúlega mikið við að hárið mitt væri my thing, veit ég hvað ég meina og svo bara gerist það sem þeir sögðu allar að myndi gerast og það hvarf, þannig að ég að reyna að vinna í því ég tengdi ótrúlega mikið við hárið mitt og mér finnst leiðilegt að það sé bara að hverfa þannig að ég mæli mig að prófa hann að bursta so far so good, hann með svona víbringi og einhverju red light therapy Magnús notar hann líka elskar hann, ég var til dæmis að nutta hásörun hans í gerð með þessu tæki og hann var stæðislegt ég með 50% afslátt fyrir ykkur sem þið getið nýtt ykkur og það stóri stafir HMF15 endilega nýtt ykkur það og ekki gleyma skoða silki dútið hennar, silki náttslappurinn I use it every day, ég elska hennar slapp ok, að næsta Natraker ég gerði lítið
vídeo með Natrakir, ef þið vitið ekki hvað Natrakir þá skulið þið listen up. Það eru tíðavörur og við viljum ekki vera að setja hvaða tíðavörur sem nálægt líkamanum okkar. Við viljum að það séu náttúrulegar en líka umhverfisvænar, ekki satt? Því að we care about that. En við viljum að það séu náttúrulega vegna þess að við viljum ekki vera að setja hvað sem svona nálægt okkur, að það getur bara haft stór kostleg áhrif á lýðheilsun okkar. Ég bjó til svona vídeo sem inn á síðunni minni og þeirra síðu, þar sem að ég skoðaði annars vegar Natrakir þegar ég var búin að leggja í bleyti og síðan aðrar tíðavörur þegar ég var búin að leggja þær í bleyti og að opna þær og skoða þær innan. Jeremías að næsti samstæðali Nunu sem íslensk sundfötafyrirtæki og svo sannarlega gott fyrir sumarið vegna þess að því þetta Íslandi að þá náttúrulega stutt í þetta, auðvelt að panta þetta, að vísu ekki fyrir mig að því ég býð í Svíþjóð, en hún ætlaði að senda mér nokkrar vörur, vonandi. Ég mjög spennt fyrir þessu að þetta alveg uník og þessi stelpa svo inspirerandi, hún 22 ára frá Akureyri og hún bara ákvað að stofna sundfötafyrirtæki af því að henni fannst vera skortur á sundfötum á Íslandi. Hversu mikil boss ass. Þannig að ég hvet ykkur til að styðja hana og ég hvet ykkur líka til þess að panta ykkur sundföt fyrir sumarið, because it's about to happen. Það stutt í þetta. Ég býð í Svíþjóð þannig að vissulega stuttar fyrir mig, við skulum ekki fara út í það, en við veitum hvað ég meina. Og næsti samstarfsaðili, seinast en ekki sístur, Sonnet. Ef þið vitið ekki hvað Sonnet you are in big trouble, my friends. Ef þið eins og ég og aftur finnst gaman að fá nýja græjur okkar svona, en líka hafið passion fyrir hreingerðningum, hreinu og góðu heimili. Ok, ég fór aðeins inn á í seinasta TikTok-vídeó hjá mér, en ég hef alltaf átt rosalega erfitt með þrif og hreingerðningar. Mér aldrei finnst að vera svona koma náttúrulega til mín og mér hefur alltaf finnst það leiðilegt og bara óþarfi og ég sagði alltaf þegar ég var lítil stelpa að í framtíðinni þegar ég fullorðin myndi ég bara fá einhverja manneskju í málið. Ég myndi bara safna það miklum peninga, ég geti bara láta einhvern annan sjá þetta því mér langaði ekki til þess að gera, mér fannst það ekki vera ég. Og það var mjög erfitt fyrir mig að flytja heiman að því ég bara kunni ekki neitt og sem betur verið átti ég kærasta þessum tíma sem ég bara svona setti pínu ábyrgðin á. Við vorum bara saman síðan 19 og hann hafði alltaf verið ógeðslega duglegur heima á sér sem krakki að þrífa okkur svona og ég var alltaf bara svo upptekinn að ég hafði ekki tíma í þetta. Vá, ég trúi ekki að ég segi þetta í podcasti ok, ég ætla samt að segja þetta af því það mikilvægt líka að þið áttu ykkur á ef þið tengið eitthvað við þetta að við erum öll líka bara á okkar einn vegferð og við erum ekki fullkomin, ég ekki fullkomin en það mikilvægt að horfa tilbaka og læra af ekki sem mistökum en skammast mér alveg fyrir þetta af því að síðan byrja ég í svona mínu fyrsta fullorðins sambandi sem ég í núna með Magnúsi og þá einhvern veginn ég kynnist honum og þá var bara hálft ára á milli og ég var einhvern veginn bara svona oh my god, ég get ekki verið eitthvað mætt heim til hans og hann átti rosa fína íbúð og hann alltaf með allt rosa hreint í kringu sig og ég skammaðist mér svo mikið að vera einhvern veginn, ég kunni ekki neitt og ég kunni ekki svona að halda öllu svona reglulegu og ég vissi ekkert hvernig ég átti að gera þetta þannig að ég skammaðist mér sjúklega mikið og fór að taka þessu alvarlegra en ég hafði gert og í dag þegar við fluttum til Svíþjóðar, við erum búin að vera saman núna í 2,5 ár og við fluttum til Svíþjóðar fyrir hálfu ári. Núna búið í húsi á 2 hæðum og það ekkert sem heitir að bara vera heima og kyrja ekki neitt og skilja bara alltaf eftir í óreiðu. Að því líka að þá líður mér illa og þetta minn greiðastæður og mér langar ekki leið illa og það Þannig ákvað að taka þessu alvarlega og ákvað að byrja með svona þrifasunnudag, alltaf á sunnudögum. Það sem að ég tek bara allt í gegn og ég skrifaði bara niður alla hlutina sem að ég þurfti að þrífa og sem ég þurfti að gera á sunnudögum til þess að halda allir hreinu og ég er búin að gera þetta núna í hálft ár. Það gengið alveg misvel, stundum alveg ferð úr rútínu og svona en núna er ég komin í þetta samstarf með Sonnet og ég tek því líka mjög alvarlega. Þannig að ég
ákveð núna að næsta hálfárið ætla ég að prófa að minnka aðeins verkefnunum og ákveða bara eitt verkefni á hverjum degi. Þannig að þú veist, í dag ég til dæmis að setja í þvottavél og morgun ég að ryksuga og svo skúra og svo, þú veist, þannig að þetta svona dreifist aðeins meira og verður ekki svona overwhelming á einn dag. Þannig ég ætla að prófa það alltaf að segja ykkur síðan hvað mér finnst eftir það. En sonnettvörurnar hafa algjörlega breytt mínum leik. Ég var alltaf svo mikið að fara á milli þess að einhvern veginn, já ok, ég ætla bara að kaupa eitthvað af því ég þarf eitthvað núna og því að vera eitthvað svona, oh my god, ég verð að kaupa eitthvað sem er, þú veist, gott fyrir plánetuna og umhverfisvænt og gott fyrir heimilið og gott fyrir okkur, einhvern veginn. Og vissi ekkert hvað að gera og var einhvern veginn, þetta var svo, já, hvað heitir overwhelming. Og svo kemur þetta bara inn í lífið mitt. Ok, þetta er umhverfisvænt, þetta er lífrænt, þetta er hreint, þetta er gott fyrir heimilið, þetta er gott fyrir mig og drepa bakteríur og eitthvað. Þannig að ég mæli innilega með. Í hverjum þætti nefnum við líka einn styrktarsjóð og í þessum þætti tala ég við Örnu Magnu og í samráði við hana ákváðum við að velja Pietarsamtökin. Og það svo mikilvægt að við tölum opinskátt líðan og styðjum hvert annað. Ég mæli innilega með að kíkja á þennan reikning og ef þið hafið eitthvað til þess að gefa Pietarsamtökunum að styðja þau. En takk kærlega til allra sem að styðja þáttinn, takk þið hlustendur fyrir að hlusta og ef þið ekki að fylgja mér á Instagram, bæði Astildur og Hvorfmundur frekar, þá endilega gera það. Takk æðislega og nú höldum við áfram. En þetta nefnilega þessi kynjafræðin að fjalla hún að fjalla þú veist, af hverju við þar sem við erum og hvernig getum við gert heiminn betri ekki bara fyrir transfólk og kynsegin fólk og fjölkært fólk og fólk sem hinsegin og skilgreið sig svoleiðis heldur fyrir okkur öll vegna þess að í núverandi kerfi þá töpum við öll sömul þar að segja fyrir utan ekki nema þú sér triljóneri eitthvað áleika Já, sko já, ég með nokkur spurningar bara svona kannski að við förum úr þessu rosalega erfitt að hugsa hérna stóru heimsmynd yfir í svona smá einföldun kannski hvað finnst þér svona til dæmis fólk misskilja mest þegar kemur að þessu hugtaki trans og transfólki yfir höfuð að við séum ykkur ég held að það sé bara þú veist að því sé einhvern veginn ógnað af okkur tilvist Já við erum ekkit frekar en þú getur alveg sagt þú veist, þér sé ógnað því að þú eigir nágranna veist, þetta eitthvað álíka fárlegt Þú ert mikil ógn í gannislegsand, ég get alveg sagt það En hérna, hvað finnst þér talandi skóla því að þú veist að kenna mér og svona hvað finnst þér að ég voru að kalla það transmál maður kalla það transmál eða eitthvað, orðaðinu trans í samfélaginu, þú veist finnst þér að þetta vera kennt í skólum? Sko, málið að við kennum nú þegar alls konar í skólum og börnin okkar þú veist, sem eru alveg stund núna eru upplýsingatengd miklu meira heldur fyrir kynslóðir það þýðir að þau eru líka að fá alls konar rangar upplýsingar þau eru að fá alls konar fals upplýsingar af TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube þú veist, þau eru að fá þetta í gegnum alls konar miðla þau eru að fá líka alls konar þú veist, þau fara og horfa á Disneymynd, þú veist, í bíó og áður í Disneymyndi byrjar þá er bara auglýsa hryllingsmyndir sem eru líka í bíó þú veist, það eru alls konar auglýsingar sem að þú veist, maður spyr sig bara, þú veist, ég fari þú veist, fer regla í bíó með sonum mínum og þú veist, maður alveg bara byttu ekki þetta viðeigandi auglýsing á barnamynd veist þannig að upplýsinga aðgengi að þeim hefur aldrei verið meira og þau eru oft hrætt heiminn hrætt hvert heimurinn að fara og við gleymum því líka að transfólk og hinsegin fólk það á líka fjölskyldur það á ég líka börn þessi börn eru oft hrætt mömmu sína syni mínir og sérstaklega lengsti sonur minn hann er oft kvíðinn og hrættur yfir að einhver allar að gera mér eitthvað illt og
ég alltaf bara sannfæranum og hugga hann að hann þurfi ekki að hafa neina ágjur ég mamma hann sé mistari gannislag en svona öllu gamni slepptu að þá þurfum við náttúrulega að veita upplýsingar og þessi misskilningur að fólk heldur að við séum ég veit ekki hvað þau halda einu sinni við erum ekki með einhverjar klám útskýringar í fræðslu þegar við erum að tala um transfólk og hinsinn fólk þá erum við bara að tala að þetta fólk til að þá erum við að tala ástina það eru til konur sem elska aðra konur það eru til menn sem elska aðra menn og það eru til fólk sem elska kannski fleiri en einn og það bara allt í lagi, við erum alls konar og það er til fólk sem upplifi sig bara mjög sterkt að það hafi fæðist í röngum líkama í röngu hlutverki og það bara þetta fólk mun annarkvort bara veslast upp og deyja eða að við hjálpum þeim að verða sín sannasta mynd og þá verður það jafnvel hagur og bara plús fyrir samfélagið allt í staðan fyrir að verða bara auðlind sem verður að engu þannig að þegar við erum að fræða börnin erum við bara og fjölbreytileikann þá erum við ekki að fara í einhverja nærbuxna fræði en það virðist vera sem að fullar fólk sérstaklega á samfélagsmiðlum sumir hverjir að þeir fara alltaf þangað þegar verið að tala um kynjafræði eða kynfræðslu eða eitthvað svoleiðis þá fara þau bara alltaf þangað við erum ekkert að fara þangað og með kynfræðslu í skólum þá þetta alltaf í samráði við hjúkrunarfræðing og þá erum við að tala um svona líffræðilegu hluti sem eru bara staðreind og þegar við erum að tala og erum að fara í forvarna fræðslu þá það alltaf gert í tengslum við eins og ég segi læknisfræðilega mentafólk og hjúkrunarfræðingi skólum og annað þá það líka gert til þess að börnin okkar viti ef það brotið á þeim að þau hafi aðgang að einhverjum að þau geti sagt frá að þau eigi að segja frá og að sumt sé óviðeigandi fólk sem hefur enga fræðslu og þetta hafi bara rannsóknir sýnt og samfélagið sýnt það segir síður frá ofbeldi það segir síður frá þegar brotið á því það situr eitt með skömmina það heldur jafnvel að þetta sé sér að kenna og það situr með það jafnvel 20 árum saman konur sem á miðjum aldri í dag að segja frá hlutum hræðilegum hlutum sem gerðist fyrir þær þegar það voru 5 og 6 ára gamlar af hverju sögðu þær ekki frá þessu að þær höfðu ekki fræðsluna og samfélagið það þakkaði allt niður samfélagið var ekki betra það var meira falið og það sem við erum að reyna að gera með fræðslu við erum ekki að hræða börnin við erum að reyna að fræða þau þannig þau séu betur varin þannig þau séu betri öruggari þetta bara alveg eins og fræða fólk áður en það fer út að sjá gildi þess að vera í björgunarvesti við sendum ekki einhvern út að sjó með ekkert björgunarvesti og í hreyfleikum bát Já og spurning hvort að hann sé þá líklega þegar veit hvað björgunarvesti að hann verði í björgunarvestunni allan tíma sem hann á sjó nákvæmlega bara því hann veit að þetta er björgunarvesti Já og líka bara við fræðum núna allar sem að fara bara því við erum eyja og við lifum töluvert á sjávarútvegi og við erum af kannski annarri þriðju kynslóð fólk sem að liði nánast bara svona í sjálfsþurftabúskap var með nokkra kindur og beljur og hænur og síðan fór það á sjóinn eða vann í frystihúsinu ég var alin upp hjá afabræðurum mínu tveimur sem var svona þetta voru menn sem hendi ekki neinu og notuðu ryðga naglaði eitthvað það verið hendunum það var hægt að nota hann í eitthvað ýmislegt og þetta var fólk sem að reykti sitt eigið kjöt og saltaði í tunnu og og á fisknum sem var annar afabróður minn það var alltaf svona fiskur sem var hent því að það var ekki hægt að selja sem núna reyndar orðið svona einn dýrasti fiskurinn
eins og hérna hvað heitir hann ljóti fiskurinn, skötuselur Já. þú veist, skötusel var hendi ég var krakki Já. það var bara, þetta var svo ljótu fiskur og Hann er ógeðslegur hryllilega ljótur samt. og hérna sumir sögðu þetta væri bara, þú veist, frá andskotanum komið og ég veit ekki hvað Ég skil það vel, sko. en þú veist, ég ólst við það, hann heyrti þetta og við borðum kinnanar og halana skötuselnum, þú veist, sem núna er bara orðið eitt dýrasti fiskur á markaði. Já, losnaði bara. Já, þannig að, þú veist, maður ólst upp við þetta, þú veist, og hérna, þannig að, þú veist, þá var öllum kennt að synda og öllum er kennt að synda á Íslandi, en hver var ástæðan á baku öllum að kennt að synda? Af því það fór svo mikið af fólki á sjó og það var svo mikið af fólki sem að dó út á sjó af því að það kunni ekki að synda sem að fórst kannski bara rétt fyrir utan höfnina einhvers staðar af því að það kunni ekki að synda það gæti ekki synd marfaðan með það var verið að koma út björgunarbátnum þannig að þess vegna læra allir Íslendingar að synda veist, og við erum ekki nema bara eins og ég segi 3-4 kynslóðir frá þessu og hérna en ég ólst líka við það þú veist að það var ofbeldi á heimilinu og það var bara þakkað niður ég meina það voru fullt af fólki sem gekk á milli og talaði að já þú veist að það þurfti að bjarga mig frá því að vera hreinlega lamin í drasli ég var 6 mánaða eða 1 árs eða 2 ára eða eitthvað svona þú veist löngu seinna jafnvel kennarar sem kom og biði með afsökunar og hafi ekki gert neitt en þeir hafi talað okkur systurnar á kaffistofunni þú veist þannig að þegar fólk er að tala að samfélagi hefur verið svo einfaldar og betra áður það var bara meira falið þú veist, en vissulega voru alls konar gildi sem voru góð eins og að vera nýtin eins og afabræði mínir sem voru mjög nýtnir þeir voru líka einstaklega gott fólk og það er á öllum tímum finnur gott fólk og það er fullt af góðu fólki af öllum kynslóðum og börnin okkar er gott fólk og þau þurfa til þess að viðhalda þessu góða í börnunum okkar þá þurfa þau fræðslu ekki til þess að komin einhverjum hugmyndum heldur til þess að þau séu betur varin þau séu öruggari þú veist, ég fekk enga fræðslu það breytir því ekki, ég er hinsegin og ég er trans það var frekar gert allt með biblín í annarri hendi og baribli hinni var reynt að breyta mér í streit þú veist, sísmanniski ég átti að vera gagnkynhneigð og ég átti að vera þú veist, sískynja ég er kort þannig að þú veist, ef þú getur ekki breytt barni og einstaklingi með endalausri innrætingu og ofbeldi þú veist, í 10 ára eins og var reynt við mig þú veist, ég er samt sem aður hinsegin ég er samt sem aður trans að þá getur ekki breytt þú veist, barni sem að er sískynja sem að er gagnkynhneigt þú getur ekki breytt því trans með smá fræðslu og það er þessi ótti að það sé vera að innræta eitthvað í fólk það er miklu meiri innræting í, þú veist, bara þegar við erum endalaust að hamra og að við erum verið svo rosalega stolt að strákunum okkar í fótbolta þú veist, það er ákveðin innræting hvað með stelpunar okkar í fótbolta þú veist, akkur eru miklu meiri peningar sett í strákana en stelpunar er að ná alveg æðislega árangri ég er mjög stolt af þeim þú veist, ég er ekki að segja að ég setja meiri peninga þú veist, versus minni peninga hjá þeim þá bara verið já Nú kom bara hraðaspurningar af því að við erum að brenna út af tíma en hérna sögstund með Örnu þarf að bíða betri tíma við þurfum að taka þátt sko. Er það undir foreldurum komið að útskýra trans fyrst þér? Já eða nei? Má ég bara segja já eða nei? Ekki engungur, nei Ok, hvernig myndir þú útskýra hvað trans er fyrir bara, þú veist, 10 ára barni eða 5 ára barni? Einstaklingur sem að fæðist annarkvort stelpa eða strákur en er það ekki í sjálfu sér heldur, þú veist, við tölum oft sál eða kjarna, ég segi oft kjarna við höfum öll ákveðin kjarna og í kjarnanum mínum var ég alltaf stelpa og hef alltaf verið stelpa Hvar finnst þér mörkin liggja á milli virðingar og gagnrýninnar umræðu? Mörkin eru náttúrulega þegar þú ert farin að tala hvort að fólk megi vera til eða ekki til þá er það náttúrulega óvirðing vegna þess að við megum öll vera til fólk má hafa alls konar skoðanir
en leið og þína skoðanir eru orðnar þannig að þú ert farin að skaða annað fólk, þá eru þetta mjög vonda skoðanir. Hvað eru svona litli hlutir sem eru erfiðir innan samfélagsins fyrir þig sem transkona sem þú áttar ekki á fyrir en þú kannski svona eins og segir komst út eða þannig? Það var náttúrulega alltaf erfitt. Ég strögglaði alltaf og ég tók ekki einu sinni eftir þessu sjálf hvað ég strögglaði mikið, því þú veist, ég held að maður heldur þegar maður elst upp við fáfræði, þá heldur maður bara öllum öðrum líði svona. Maður fattar ekki, þú veist, að það ekki allir sem eru að gangi í gegnum þetta. Já. Þú veist, þegar ég fyrst átti pening til þess að fara að kaupa mér sjálf föt og fór inn í einhverju búð og, svo veist, og var svo hrifin af einhverju buxum og það reyndist að vera kvenmannsbuxur og ég var niðurlagður fyrir þetta, þú veist, heima fyrir að hafa keypt kvenmannsbuxur. Ég þrjóskaði samt og gekk í þessu að þetta var einu buxuna sem ég hafði átt sem að mér leiði vel í. Þannig að, þú veist, eða þegar ég var 14 ára og mamma var að tala að kona í sálarrannsóknarfélaginu sem hún hafði hlustað á í útvarpinu hefði sagt að við sem sálir að við ákveddum hvað við ætlum að vera áður en við fæddumst. Og ég man að ég hugsaði, þú veist, og hálsaði þetta upphátt, þú veist, en ég veit ekki hvort hún fattaði eða heyrði, þú veist, jöfusins kjaftaði því að þá hefði enginn valið að vera kallmaður að því að fyrir mér var þetta hlutskipti helvíti. Já. Þú veist, fyrir mér var ekkert verra en að vera först í þessu hlutverki. En það bara hræðilegt að vera kallmaður yfir höfuð. Já, ég meina hver myndi vilja vera kallmaður? Enginn, þú veist, ef við fengjum að velja, bara ekki neitt, en síðan þú veist, hef ég kynst náttúrulega transmönnum sem að hugsa akkurat á hinn veginn. Og þess vegna og ég þurfti bara að horfast í augu, ég hafði ákveðan fordóma gagnvart því, með rosalega skrítið að ykkur skildi vilja vera, þú veist, kallmaður. Það bara, það vitleysast af öllu. Já. En þú veist, auðvitað erum við alls konar. Já. Og alveg eins og það var helvíti fyrir mig að vera, þú veist, lifa einhver hlutverki sem ég var ekki. Það er alveg jafn mikið helvíti fyrir transmenn að alast upp í hlutverki sem að þeir ekki. Já, auðvitað. Þess vegna tölum við núna að það þyrfti að vera svona skiptimarkaður á líkama. Já, nei, já, en auðvitað grínast ég bara með þessa kallmennsku því að það er svo, maður áttar sig bara meira með á því hvaða er yndislegt, kvenmenn eru upp til hópa yndislegir og bara svona að vera í samfélagi kvenna er bara svo yndislegt. En auðvitað eru sumir kallar alveg ágætir. En er einhverju svona litli hlutir eins og að því að nú var ég að horfa á þessa frábæru mynd sem að ég verða fórósaði fyrir ljósvíkingar. Já, takk fyrir það. Þetta var ótrúlega falleg mynd og vel útskýrt, en mér fannst einhvern veginn svo einstaklega einhvern veginn svona veit ekki hvort ég orðaði þess að gaman, en mér fannst einhvern veginn gott að fá pingu innsýn inn í svona bara daglegt líf þegar þú fórst eða þegar karakterinn fór í sund. Já. Og segir einhvern veginn bara svona ok, ég hef búin að fara í sund náttúrulega bara á hverjum degi eða hvað og svo kemur þarna komin út og ert eitthvað svona já, þetta er ekki boði. Þú veist, þetta er ekki boði fyrir mig einhvern veginn. Það er svona að spyrja, þú veist, er einhverju svona litli hlutir og gerir stóra gæsalega bara þarna litli hlutir eins og að fara í sund sem að hefur áhrif á því kannski í daglegu lífi eða sem að kannski fólk kannski áttar sig ekki á. Bara svona, svo ég seti þetta eins einfalt, þá var alltaf erfitt fyrir mig að fara í sund að því bara einhvern veginn mér leið aldrei vel innan gæsalappa, stóra gæsalappa annarra stráka. Þú veist bara hvernig þeir höguðu sér, menningin og svona, þú veist, klefamenningin og annað, ég bara fattaði þetta ekki, ég fittaði ekki inn og mér bara leiði alltaf illa. Get ekki ímyndað mér fyrir mig. Og svona. Þannig að það var alltaf rosalega erfitt. Ég fór ekki sund eftir ég kom út fyrir fullt og allt í 5 ár. Af því ég bara gæti ekki hugsað mér það. Það var ekki fyrir en ég greindist með krabbamein sortuæxli og það þurfti að fjarlægja 1/3 af öðru eyranu og ég þurfti að fara í alls konar rannsóknir og ég var með mjög aggressíft sortuæxli sem er sem sagt svona húðkrabbamein
og ef að það komið inn í líkamann þá það ólæknandi og þú getur bara farið á 3 mánuðum eða 3 árum, þú veist, hámark. Og með þú ert í öllum þessu rannsóknum og annað að þá veist ekki hvort megin línuna þú ert. Þú veist ekki hvort þú átt 3 mánuði eftir eða 3 ár eftir eða hvort að þið náið, þú veist, að skýrt í burtu. Og strákunum mínir höfðu þá ennþá rosalega gaman að sundi en hinn mamma þeirra var svo sem fór alltaf með þau í sund. Ég fór aldrei í sund. Svo ég vildi eiga þessa stund með strákunum mínum. Og þannig ég fór að fara í sund aftur. Það var ógeðslega erfitt. Og ég ennþá hrædd hvers get sín fyrir sund. En ég fer í kvennaklefann vegna þess að ég vil ekki heldur að þetta verði svona eins og var gert með svartar konur. Svartar konur þurfti að fara í sérklefa og þegar það loksins bara á 7. áratugnum í Bandaríkjunum og seinna eins og í Suður Afríku, þú veist bara eftir 93, 91, 93, þú veist að þegar það var komið alveg gegn, þá þurftu þær alltaf að fara á sér svæði, þú veist, merkt svörtu fólki til þess að fara í sund, gátt ekki að fara í sömu sundlaugar og hvít fólk. Og ég vil ekki að transfólk sé þarna líka, að við þurfum að fara í sér klefa eða á sér staði að því við erum einhvern veginn óæðri manneskjur. Þú veist, mér finnst það bara röng hugsun. Að því að einhverju hugsanlega einni sískynja mannesku líði illa yfir að transmanneski sé í sundi. Hvað erum við að gera? Við erum að fara í sund, við erum að fara í gufu, við erum að fara í heitabot. Bara eins og allar hann manneskjur. Þú veist, ég ennþá hrædd þegar ég fer í sund. En ég sýni þann kjark að ég fer samt, þú veist, í kvennaklefann, en ég reyna að vera eins ósynleg ég get. Þú veist, þú veist, og þetta ekki bara eitthvað sem að transkonur upplifa, samkynhneigðar konur hafa upplifað þetta líka, vegna þess að umræðan fyrir 30 árum var að lesbíur áttu ekki að vera með í sundi með gagnkynhneigðum konum. Það var þessi umræða þá. Sko, sérklefinn fyrir fólk með fötlun sem að líkamlega á erfitt með að fara inn í venjulega klefa. Ef við ætlum að fara að segja, og það bara kannski 1 sérklefi og hann bara mjög lítill á flestum stöðum, ætlum að bara að setja alla þá sem að passa ekki inn í þetta kynjaform sem að feðraveldinu þóknalegt. Við ætlum að bara að setja allar konur sem ekki standard konur sem fallin í eitthvað ákveð box. Við ætlum að bara að setja það í 1 lítinn sérklefa, þá sá sérklefi heldur ekki nóg. Ætlum við þá bara í einhverja aðskilnaðarstefnu þar sem að við förum aftur í svona, þú veist, eins og var í Bandaríkjunum að óæskilega fólkið með sér sundlaug og hvíta yfirstéttarfólki fær sína sundlaug. Veist, ég ætla ekki taka þátt í því. Ég fer í sund, þú veist, til þess að líða betur í skrokknum. Ég búin að vera áhættuleikari og vera í alls konar alla ævi. Þú veist, auðvitað hefur þetta kostað eitthvað líkamann og ég með svona gömul meðl sem taka sig upp í kulda og ýmislegt. Bara ég hjá sjúkraþjálfara sem að mæli með því að ég fari reglulega í sánu og heitabot og ég ekki með sánu heima hjá mér. Þú veist, ég ekki heldur með þjón heima hjá mér. Ég ekki með, þú veist, heitabot í garðinum. Þú veist, ég fráskilin 55 ára gömul transkona sem að, þú veist, með 0 bakland. Þú veist, þannig að ég á samt, þú veist, ég á gott líf. Ég kennari og ég vinn og ég á íbúð og ég á bíl og þú veist, ég á virkilega gott líf. Ég þarf ekki meira. En þú veist, en ég vil fá að nýta mér þau gæði að búa í Íslandi, í Reykjavík og geta farið í sundlaugina mína til þess að fara í sánu og fara í heitapottin. Ég ekki að gera það til þess að fara inn í búningsklefa. Nei. Búningsklefin og sturtan, þetta helviti fyrir mig. Þetta bara, þú veist, en ég ger þetta vegna þess að ég vil ekki sýna fólki það að við séum eitthvað óæðri konur, því við erum það ekki. Og ég geri það vegna þess að ég veit að ég þarf að gera það til þess að komast að takmarkinu mínu og takmarkið mitt að komast í sánuklefan. Þú veist, það takmarkið mitt. Ef einhver vil gefa mér sánu í garðin,
þá skal ég hætta að fara í sund en þá getur það gerist þá fer ég í sund en ég þarf að sýna hugrekki hvers getur sem ég fer og ég alltaf hrædd. Það hræðilegt að heyra en skiljanlegt og ég verð bara að viðurkenna kannski fáfræði mína, ég hélt einhvern veginn að sérklefinn væri gerður til þess að fólki sem að líður einmitt óþægilega myndi líða kannski eitthvað aðeins betur að vera ekki fyrir framan alltaf og eitthvað svona en það náttúrulega greinilega ekki. Nei, enda ef þú veist horfir á Ljósvíkinga þá segir hann, þú veist, meinar þú fatlaði klefinn? Já, einmitt. Að því þannig var sko, þú veist, þetta var upprunalega á sínum tíma, þessi klefar voru settir upp til þess að þjóna fólki við sem að áttu við líkamlega fatlanir að stríða sem að voru hjólastól og ýmislegt annað þurftu hjálp þurftu jafnvel að vera með aðstofmanneski með sér og þannig að þú veist eigum við líka að takmarka þeirra þjónustu með því að vera að setja fleira fólkin í þennan þú veist, fólk sem að kannski með fötlun og nú á ég systurson með mikla fötlun og hann þarf aðstofmanneski og hann fyrir reglu sunda því að þú veist, hann þarf á því að halda á hann að bíða frammi vegna þess að það eru þú veist transfólk sem að nota klefan hans en það kannski sko spurning þá til þín hvað finnst þér að þú segir að líði óþægilega þú veist í sundi og aftur ég ekki að þetta ekki spurning sem kemur út frá þetta bara fáfræði og mér langar að vita hvaðan þú kemur hvað finnst þér að fólk hvað finnst þér að kerfið ætti að gera þannig að þeir myndi líða kannski aðeins betur? Það náttúrulega að berjast á móti fáfræðinni það bara, þú veist, að uppræða fólk betur það að við séum ekki ógn og þú veist það ástæðan fyrir þið líður illa já, að því að þú veist, það endalaust fyrir að hamra þessu og við þurfum að hætta að gefa svona hatursfullum röddum svona mikið vægi umræðinni að því við erum alltaf að elta einhverja svona clickbaits við erum alltaf að elta einhverja frétta smelli og ekkert selur meira heldur en eitthvað sem að sjokkerar og þá fær hatrið þú veist og þessar raddir alltaf ótrúlega mikið vægi þú veist, við erum endalaust að gefa þessum röddum vægi við erum að ala ótta við erum að ala á fordómum við erum að ala á sundrungu í samfélaginu við erum ekki að ýta undir þú veist samvinnu, sameiningu sátt og von til framtíðar sem við virkilega þurfum á að halda Já, samanlega ég til miður eru búin að renna út á tíma og ég komst ekki einu svona yfir fyrsta liðin en við förum í samanlega og ósamlega og hvort myndur frekar í næsta þætti sem ég fæ vonandi að taka við þig Takk kærlega fyrir að koma og Takk fyrir mig og ég bara svo ótrúlega innilega glöð að þú sérst í mínu samfélagi og okkar samfélagi og sérst að tala um þetta þrátt fyrir að ég veit að þetta getur ekki verið auðvelt að vera alltaf að einhvern veginn að þurfa að sanna sjálfa þig fyrir einhverjum sem að með einhverja fordóma og hatur og leiðindi en ég bara takk fyrir að vera til og takk fyrir að vera svo Takk sömuleiðis og takk fyrir þig og ég vil bara þú veist, að lokum segja að það er miklu meira gott fólk til heldur en ekki og við þurfum bara þú veist að hlúa betur að því góða sko og hætta að vera með þessa neikvæðni og leiðindi höfum gaman saman Takk